fyrir. Góðan daginn, Smárakirkja, og velkomin á samkomu. Ég sagði góðan daginn. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Ég sá að það var búið að setja sérstakt skilti fyrir mig. Við vorum að koma á frí og stóð velkomin heim. Takk fyrir það, alveg minn. Var þetta ekki fyrir mig, eða? Ok. Herðu, við vorum að koma á frí og við erum ekkert búin að vera með ykkur í hvað? 2 samkomur eða 3 samkomur? Já, ég er bara búin að sakna þess að vera samkomu og ég sá að það var alveg svakalega góð samkoma hérna á síðasta sunnudag. Það er svo gaman að vita hvernig þetta virkar. Við vorum að labba í einhverjum Disney-garði þegar að Jóhanna var með samkomuna live og svo kom hún hlaupandi til mín með síman og sagði hlustaðu og ég tók síman og við vorum með annari fjölskyldu og fullt af fólki og literally fullt af fólki í kringum mig og það byrjuði bara strax tárin að renna þegar ég heyrði, þannig að það skilaði sér alveg í upptökunni og út á neti hvað þetta var blessuð samkoma. Greinilega verið alveg ofsalega frábær samkoma og okkur var búið að hlakka svo til að fá að hitta hann, Svían og við misreiknuðum okkur aðeins, við heldum að við varum að fara að vera á svona samkomi en þá náttúrulega vorum við óvart erlendis. Það fyrirgefið þessi bara. Okkur langaði þvílíkt að vera með og þetta var greinilega blessa. En ef við ekki að lofa Guði saman, ef við ekki að rísa á fætur og langar líka að segja fyrir alla þá sem eru að horfa á netinu, bara gaman að ekki sjá ykkur, gott að vita af ykkur, gott að vita að þið eruð að fylgjast með. Það er alltaf að aukast áhorf á netinu, það er gaman að því og já, endilega, það væri gaman að sjá komment frá ykkur og svoleiðis, fá að heyra ykkar álit og eins væri ofsalega gaman að fá að sjá ykkur fært að kíkja ef ná samkomu með okkur og ef þið komið, endilega bara komið og talið annarkvort við mig eða Jóhann eða Sippu eða alla einhverja af djáknanum gerið vart við ykkur að þið séu búin að fylgjast með á netinu og þið séu að kíkja í fyrsta skipti. Það er bara svo gaman að vita af því að við séum að ná til fólks ekki bara í salnum, þetta líka í gegnum netið. Bara frábært. Ef við að biðja örstuð saman. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman, Drottinn, og lofa og lyfta upp þínu nafni, Drottinn. Ég legg þessa stund í þínar hendur. Drottinn, við biðjum bara að þú fyllir hennar sal af nærveru þinni, Drottinn, og ég biðja fyrir einum og sérhverjum hér í dag, Drottinn, sem er komið hér til að taka á móti frá þér. Ég biðja að þú snertir við þeim og ég biðja fyrir öllum þeim sem að fylgjast með á netinu, Drottinn, þeim sem að horfa okkur á netinu. Ég biðja mættu þar sem þau eru, hvort sem það í vinnunni, í bílnum eða stofunni heima eða hvað sem það og leyfðu þeim að finna þessa nærveru, Drottinn, sem að við finnum svo oft hér, Drottinn, í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel, drengir. I know my God, he can do anything.
hvað þetta er gaman. Bara 20 dagar í burt og maður er bara búin að gleyma. Mikið svakalega er þetta gaman. Það er ekkert skemmtilegra í lífinu heldur en að fá að lofa Guð. Ég fann það bara þegar þetta byrjaði. Þetta er æðislegt. Ég elska að lofa Guð. Og ég er bara svo þakkláttur fyrir það að fá að vera í þeirri stöðu að standa upp á palli og fá að lofa Guð með ykkur. Má heyra með? Þetta er geggjað. Jesús lifir enn. Ertu í svona stöðu það? Það er búið að taka stjórnin á okkur hérna. Halleluja. Nei, við ætlum að syngja Hósanna. Gugga-Lísa ætlar að leiða okkur í Hósanna.
Hosanna, Hosanna, over the air, Hosanna in the highest, over the highest, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, hallelujah, Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Halleluja, drottinn Jesus. Við elskum þig, heilagi Faðir. Við elskum þig, drottinn. Við elskum og lofum þitt heilaga nafn, drottinn. Halleluja. Þú ert heilagur, drottinn Jesus. Við ætlum að fara aðeins dálítið langt aftur í tímann og ná í einn gamlan góðan sálm. Jóhann ætlar að syngja fyrir okkur The Blood. The blood that Jesus shed over me, way back on Calvary, oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose His power. It soothes my doubts and it calms
textinn þarna. Við erum að tala blóð drottins, hvað það gerir fyrir okkur. Hann segir, það fer upp á hæðstu hæðir, svo rennur það niður í dýpstu dali. Og það er svo magnað því á hverjum einasta degi, það er það sem gefur okkur styrk til að takast á hvern einasta dag sem kemur. Það skiptir ekki máli hvort þú sért upp á hæðstu hæðum eða hvort þið líður eins og sért ein í dimmum dal eða í dimmum dal. Því að blóð drottins, það flæðir allstaðar, það gefur þér styrk allstaðar. Svo í dag ef þú ert í kringumstæðum sem þú ræður ekki við, eða þú ert á hæðsta tindi lífsins sem þú ræður kannski ekki heldur við, þá er það blóð drottins sem að kemur og gefur þér styrk á hverjum einasta degi til að taka skref og segja nýr dagur, ný von, ný náð Guðs og ég ætla að gera ennþá betur í dag. Syngjum þetta einu sinni enn og syngjum þetta inn í aðstæður okkar hverja sem það er. Halleluja. Svakalega er gott að vera komin heim í kirkjuna sína að lofa Guði. Má ég heyra með? Eins og þið heyrið þá er ég bara orðinn hás. Halleluja. En ég oft sagt að það er einhvern veginn þannig að svona af og til að þá eru lög sem að hitta mann og bara tala til manns strax. Ég heyri þetta næsta lag í gærkvöld í fyrsta skipti. Ég hef aldrei heyrt þetta lag á þér. Þetta er örugglega, ég veit ekki hvað þetta er gammalt lag. En ég fekk sendan síðan vitnisburðinn í kringum þetta lag. Ég setti það í morgun inn á lofgjörðargrúppuna. Þetta lag kemur frá Bethel-kirkjunni og ég og Jóhanna tengjum gríðarlega við þennan vitnisburð kringum þetta lag. Þetta er svona, ef ég hleyp hratt yfir það, þá er lítill strákur sem að veikist í Bethel-kirkjunni. Þau eru meðlimir í þessari kirkju og honum er ekki hugað líf. Og eins og gerðist með Róbert litla okkar sem var í sömu stöðu, að þá reis upp her af fólki út allan heim. Það er svo magnað við social media eða Twitter og allt þetta sem við höfum í dag að það er hægt að koma á bænarefnanum svo hratt. Og það var sýnt þarna í þessu að það voru þúsundir eða 100.000 manna sem voru að biðja fyrir þessum litla dreng út allan heim. Og svo er það eitt kvöldið þar sem að myndum við svo á með Róbert þá kemur tímapunktið þar sem að þau voru ekki viss, það voru læknir ekki vissir að hvort það myndi bara komast ekki með nóttina. Og hann hefur samband við lofgjörðarleiðtogann í kirkjunni og er að segja honum frá því að það er ekkert víst að hann púli ekki með nóttina. Og þá gera þau það sem þau kunna, þau settist í píanóið og fóru að lofa Guð. Og úr því var þetta lag. Ég er að segja ykkur að ég satt í gærkvöldi og hlustaði á þetta lag, ég og Jóhanna saman og við grétum. Þetta er svo powerful, ég veit, við kunnum þetta lag ekkert almennilega, þetta farið á netið, við bara rétt röndum yfir það hérna á hann, ég bara varð að fá að syngja það aðeins. Því að, þetta er svo magnað, þessi drengur hann komst í gegn og það er sýnt þarna í myndbandinu það sem að lagið er sýnt á YouTube, þar sem hann er á samkomu með mömmu sinni og pappa að lofa Guð. Og við að spila þetta lag. Ég finnst þetta svo magnað, þetta stendur mér svo nálægt út af þessari reynslu sem við lentum í með strákinn okkar. Og það er svo magnað hvað það er mikið bara power í bæninni, hvað það er óbúslega mikið kraftur í því þegar við komum saman. Það er leitt
hægt að biðja hluti sem eru, ekki á þeim stað. Og Drottinn heyrir þær bænir líka. Og hann svarar bænum. Bara einu stað í Biblíunum sem segir þér hafið ekki vegna þess að biðja. Þetta er ógeðslega einfalt. Þú ert að kvarta Drottinn, af hverju er ég ekki með? Já, ertu búin að biðja? Það er það sem er svo magna. Drottinn er lifandi í dag. Hann er ekki bara einhver fígúra sem við syngjum sem er einhverstað lengst í burt og liðið fyrir 2000 árum og er ekki með. Hann er lifandi í dag og er tilbúin að svara bænum þínum og þörfum hér í dag. Er það ekki magna? Halleluja. Við ættum að taka það út úr þessu. Við getum, eins og segir það, raise a hallelujah. Við getum lofa Guð í kringustæðum. Við getum líka lofa Guð þegar það er ekkert að gerast. Og við getum beðið Guð einfalda hluti og við getum beðið flókna hluti. Við getum beðið inn í kringustæður sem eru skelfilegar. Við getum líka beðið að lífið verður bara ekki skelfilegt. Má ég heyra með? Halleluja. En í þessu lagi, þegar hann semur þetta lag, þá fer pappinn með síman yfir strákinn, spila lagið aftur og aftur og aftur og aftur. Og kraftverkin gerast, það snýst allt við á nokkrum dögum. Og það er það sem er magna. Lofgjörnin kemur inn, þetta er bæn og hann biður yfir stráknum, hann spilar yfir stráknum. Og þetta er þetta lag, þetta er afrakstur þessa. Og endilega hlusti á textan í laginu. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. Wow. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Inside of me, I raise a hallelujah. Watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praise roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is We're gonna sing a little louder. 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 Let's sing a little louder. Sing a little louder. The presence of my enemy.
sing a little louder. Louder than you believe. We're gonna sing a little louder. Let's sing a little louder. Hallelujah, Jesus. Raise a hallelujah. We're gonna raise a hallelujah. Oh, we're gonna raise a hallelujah. We're gonna sing hallelujah. Hallelujah, Jesus. Drottinn, við þökkum þér fyrir það að þú kemur inn í líf okkar, Drottinn. Við þökkum þér fyrir það, Drottinn, að þú ert til að lausna, Drottinn, halleluja. Við þökkum þér fyrir það, Drottinn, að þú svarar bænum, Drottinn, halleluja. Stórum og litlum, Drottinn, halleluja. Takk, Jesus. We're gonna sing a little louder. We're gonna sing a little louder. Yes, we're gonna sing a little louder. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praise roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, King is alive. En nákvæmlega þarna, þessi texti, sett hann aðeins upp aftur. Þessi tími sem að við áttum með strákin okkar, sem að var algjörlega svona, þetta alltaf inn í ensku, defying moment í okkar lífi. Það sem að einhvern veginn allt var komið í steik. Og það var þessi litli strákur, þú veist, ég áttaði mig á hinni hliðinni. Við höfum oft sungið þetta lag, hérna, I Faced the Mountain, sem var lag sem að ég fekk út úr þessum kringustæðum á sínum tíma. En það var eins og þegar ég heyrði þetta lag í gær, að ég áttaði mig á hinni hliðinni af þessu máli þegar strákurinn okkar var að gangi gegnum þessa hluti, það sem hann var nærði í farið. Og það er einhvern veginn alltaf þannig, þegar Guð er að vinna verk, þá er hann að vinna í víðum skilningi. Hann er aldrei að vinna eitthvað bara eitt. Þú sérði eitthvað eitt, en svo er flipp á þessu, og það eru margar hliðar á því. Hann er að vinna í þér, í kringustafnum þínum. Hann er líka að vinna í fólkinu sem í kringu þér. Hann er að vinna í makaðinum, hann er að vinna í ótrúlegasta fólki sem er að horfa á þig sem þú veist ekki einu sinni að. Hvernig mun þessi einstaklingur bregðast við, hvernig lifir hann lífinu, hvað er hann að gera þegar Guð er að vinna í þér. Því að við erum opin bók lesin, eins og Biblían segir. Og ég áttaði mig á því þegar ég sá þennan texta þarna, þá kom það til mín hin hliðin á þessu máli. Það var svo margt annað sem gerðist en það bara að drengurinn minn í gegnum þessar bænir að hann lifði. Á þessum tíma í lífi mínu og lífi okkar, þá var ég komin út úr kirkjunni, ég var fullur af hatri, ég var fullur af ófyrirgefningu, ég ætlaði aldrei aftur inn í kirkju, ég þoldi ekki kristið fólk og ég var farin að efast Guð. Í gegnum þessa kringustæður byrjaði ferli að laga það. Vegna þess að ég var settur algjörlega flatur í
götuna og gæti ekkert gert annað en hrópað á Guð minn. Og það var dálítið erfitt að vera að hrópa á Guð sem ég trúði ekki á, eða ekki? Í þessu mómenti þá eignaðist ég nýja trú. Má ég heyra með? Þannig í gegnum kringustæður þá getum við eignast nýja trú. Það var ekki nóg með það, heldur læknaði Guð þá óbeit sem ég hafði á kristnum. Því að það voru margir kristnir sem risu upp í þessum erfiðu kringustæðum okkar. Og virkilega þeim sem að mér fannst ég á þessu tíma að vera svikin af einum kristna heimi, eins og ég stæði ein. En á þessu tímapunkti í gegnum þessa kringustæður þá reis upp fólk út allan heim og baði fyrir drengnum okkar. Ekki nóg með það, heldur var fullt af fólki sem að fóru að koma með mat heim því það vissi að við vorum upp á spítala stöðugt. Við höfðum ekki tíma til að hugsa fjölskylduna og annað, og það var fullt af fólki sem pullaði saman og allt í einu var banka á hurðina og þá var búið að setja saman hóp af fólki sem að eldaði fyrir okkur á hverjum einasta degi í marga vikur og kom með það heim tilbúið til að fjölskyldan geti átt eðlilega kvöldstund á milli stríða þegar við vorum upp á spítala. Þetta byggði upp trú mína á hinum kristna geira upp á nýtt. Skiljið hvað ég við? Það var svo margt sem var að gerast í einu. Ég var búinn að fókusera, ég mörg ár bara búinn að fókusera á þennan punkt með strákin. Ég fattaði í gær þegar ég heyrði þetta lag. Þetta verið svo miklu víðara samhengi sem Guð var að vinna. Hann notaði þessar erfiðu kringustæður til að lækna mig, lækna Jóhannu, setja okkur inn á veginn upp á nýtt og fullt af öðru fólki. Þú veist, ég er svo þakkláttur þegar ég hugsa þetta. Ég var svo innilega þakkláttur þegar ég heyrði þetta lag í gær og ég uppgötaði þetta. Hvernig Guð, hvað hann er stór og mikill og hvað hann getur óbúslega mikið gert í erfiðum kringustæðum. Má ég heyra með? Halleluja, drottinn. Takk, Jesús. Ég held að við snúum prógramina eins og ég langar að syngja þetta lag sem að við ætlum að syngja núna er einmitt lag sem að kom út úr þessum kringustæðum þegar við vorum á sínum tíma. Þú veist, vá. Stundum þarf fjall, stundum þarf dal til þess að Guð geti náð okkur. Hlusta á textan í þessu lagi. Hann talaði svo til mín. Ég er rosalega erfiður einstaklingur. Konan mín getur staðfest það, ekki þú reyna að seppa. Þú færð að borga 10.000 tilbaka. En ég er mjög erfiður einstaklingur, eins og mörg ykkar. Við erum oft erfið og við erum oft flókin og við erum þrjósk og við gerum tóma steipustundum. Og Guð er oft búinn að þurfa að setja mig í kringustæði þar sem ég hef ekki gert neitt annað en að hrópa orð. Guð fór mig frá því ég fyrir að vera í þíatlæfi, þá vona ég sé ekki svo vitlaus. En það góða við það er það að í þessum dölum þá hef ég hrópað Guð og ég hef séð Guð gera stórkostlega hluti. Það sem er mér ofarlega í hjarta þessa dagana er það að Guð er að lækna hjörtu. Þið sjáu það sem rauða þráði gegnum alla predikar og allt sem þið sjáu. Drottinn er á þessum tíma að lækna hjörtu. Hvað meina ég með hann að lækna hjörtu? Ég er að meina það að ég er svo einstaklingur sem ég er í dag út af þeim hlutum sem ég hef gengið í gegnum og ég hef upplifað og ég hef ekki leyft Guði að lækna. Skiljið hvað við? Þú ert það sem þú hefur gengið í gegnum mínus það sem Guð fær að lækna. Skiljið þess að setja? Og hvað meinar við mínus það sem Guð fær að lækna? Já, vill ekki Guð lækna alla? Jú, hann vill lækna hvern einasta einstakling og hann ætlar að gera það. En það er eitt sem hann gerði sem er dálítið merkilegt. Þegar þú lest Biblíuna þá áttar það á því. Hann gaf okkur frjálsan vilja. Og hann tekur aldrei þennan frjálsa vilja frá þér. Þú verður alltaf að velja hann fyrst. Hann er löngu búinn að velja þig. Hann valdi þig áður en þú fæddist. En hann gaf þig frjálsan vilja. Og það er þetta moment sem við tölum um að frelsast. Það er að segja við Drottinn: já, elsku Faðir, ég þarf að þér að halda. Ég get ekki sjálfur, ég vil þig. Ég vil þú verðir herra í lífi mínu. Ég vil taka á móti þér. Ég vil þú leiðbeini mér, sýni mér, hreinsi mig og leysi mig. Þetta er frelsisbænin í hnotskurn. Drottinn, ég viðurkenni að þú ert sonur Guðs. Jesús, þú ert sonur Guðs. Þú dóst fyrir syndir okkar. Þú reist upp og ég tek á móti þér inn í líf mitt. Gerirðu þetta, talar þetta út með munnuna, þá ertu bara einfaldlega frjáls. Þá ertu það sem við köllum frelsaður. Það er ekki það með satt og sért orðin einhver æðislega frábær einstaklingur á því mómenti, því að það er ferli. Má ég vera með? Ég sé að Sippa fyrir að hlæja. Ég held þú sért að hlæja mér. Ég veit það ekki.
that I never faced before. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, but Lord, please hear my prayer. I need you like I never have before. Sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Jesus, I thought I could control whatever life was thrown my way. This I will admit, it has brought me to my knees, and I need you, Lord, and I'm not ashamed to say, oh, sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold on me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain to trust you and Takk Jesús, yndislegt lag. Ég var að ræða þetta, hvað þetta er ofboðslega smurt lag. Nú kannski spyr eitthvað sig, smurt? Hvað er nú það? Eins og eitthvað á brauð. Þetta er kristneska. Ég er rosa góð að tala kristnesku. Takk Jesús. Það er nefnilega eitt að hafa hæfileika og það er annað að syngja þannig að smurning Guðs komi á lögin og maður finnur munin. Þið vitið hvað ég er að tala um. Þegar smurningin bara fer að svona virkilega snerta við manni. Það er nefnilega á svona stundum, vinir, þegar við hlustum á svona tónlist sem að Jesú mætir á svæðið. Og það gerist eitthvað í andrúmsloftinu þegar Jesús mætir á svæðið og allt í einu fara hlekkir og líf okkar að brotna. Kannast ykkur við það? Það er best í heimi, skal ég segja ykkur. Það er ekki til neitt sem er dýrmætara eða betra en það. Það er það besta sem ég get boðið þér. Halleluja. Og hann er hér og hann vil finna þig.
Hann er hér og hann vil finna okkur öll sem betur fer í Jesú nafni. Við ætlum að taka fórn og ég ætla að tala á eftir og þessi undanfæri á þessari samkomu staðfesti bara þá tilfinningu sem að Guð setti inn í hjarta mitt snemma í morgun. Ég trúi því að það verið lækning hér í dag. Lækningin í líf mjög margra sem að mun eiga sér stað. Guð er trúfastur. En við ætlum að taka fórn í minni á posan hérna frammi og það er blessun að fá að gefa. Það er blessun að gefa í ríki Guðs, það er blessun að gefa af fjármuni sínu til þeirra sem að minna mega sín. Það er blessun að elska fólk, það er blessun að gefa á öllu því sem okkur hefur lagt okkur á hjarta, hvort sem það er tíma okkar, fjármunir, kærleik okkar. Það er blessun fólkin í því. Þannig að þegar við gefum, þá getur verið viss það að Guð gefur margfalt tilbaka og hann mætir öllum okkar þörfum. Og það er gott til þess að vita. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig hér í dag og ég þakka þig fyrir blessun þína. Ég þakka þig fyrir nærveru þína. Ég þakka þig fyrir það, Drottinn minn, að þú ert að tala hér í dag, Drottinn. Og ég bið þig að lækning þín megi ná fram að ganga í Jesú heila nafni. Og Drottinn, ég bið að allir hér inni sem er að glíma við brostið hjarta. Og hver hefur ekki farið í þannig reynslu að þeir upplifa eins og hjarta seti brotin. Þú komst í þennan heim meðal annars til þess að setja saman brotin hjörtu. Og ég þakka þér fyrir lækningu þína. Ég þakka þér þegar við viðurkennum hlutina, Drottinn, og við komum fram fyrir þig og við leyfum þér að eiga við okkur. Þá kemur svo sannarlega lækning og það kemur líf. Og við biðjum í Jesú nafni og allur liðurinn sagði. Amen. The sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, 'cause you say I'm loved, I can feel a thing. And you say I'm strong when I think I am weak. And you say I'm held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. 'Cause I believe. I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. You, I find my worth. Oh
You say I am loved when I can't feel a thing. And you say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe what you say of me. I believe, 'cause you say I am loved and I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe, 'cause I believe what you say of me. 'Cause I believe, 'cause I believe. Halleluja, hvernig var að gefa þessum miklu snillingum gott klapp. Halleluja. Gaman að sjá okkur, elskurnar. Voðalega eru þið falleg hér í dag. Ó, takk, takk, takk fyrir. Mér langaði til þess að vera á persónlegu nótunum hér í dag. Ég var búin að skrifa predikun og ég fann það í morgun, ég átti ekki að flytja þessa predikun. Ég vissi ekki af hverju, en ég veit það núna. Er allir til í smá persónlegt? Má ég opna hjarta og bara leggja því hérna á borði fyrir ykkur? Bara passa að trampa ekki yfir það og svona. Má ég biðja ykkur að koma aðeins nær? Þið þurfið ekki bara kannski aftasti bekkurinn eða eitthvað, þeir sem að vilja. Svo gott að sjá svona vel í andlitin á okkur, bara þeir sem að vilja. Gefn, vilt þú ekki koma nær mér, Gefn? Nei, segi Gefn, ótrúlega hreinskilin. Ég er búin að vera alveg ofskaplega mikið hugsi þessa viku og Guð hefur verið mikið að banka í mitt hjarta. Rúnar kom inn á það áðan að þetta er tímabil þar sem að við munum upplega lækningu á hjarta og ég trúi því. Ástæðan fyrir því að það þarf að eiga sér stað er til þess að við getum gengið inn í þá tíma sem að, og köllun sem að Guð hefur fyrir okkur. Má ég heyra með? Þannig að Guð vill lækna okkur og það eru frábæra fréttir. Mér langaði til þess að segja ykkur, eyða nokkrum mínúndum hér í dag, til þess að segja ykkur minn vitnisburð. Og ég er svona elskuleg í dag, en ég hef ekkert alltaf verið svona alveg opaslega elskuleg. Ég hef verið mjög erfið á köflum. Rúnar segir alveg rosalega hátt amen og ég mun ná þér, Rúnar. Hafðu engar áhyggjur. Þannig að mér langaði bara aðeins að miðla því sem að Guð hefur gert í mínu hjarta. Ef þið viljið hlusta í smástund. Fyrir cirka 20 árum síðan, ég er alin upp í kirkju. Ég er góða stelpan. Ég gerði basically allt rétt, ólíkt Jóhannu. Jóhanna var vandræðagemsinn og Guðni bróðir, nei, ég er að djóka. Guðni var vandræðagemsinn, Guðni var svartisauðurinn. En hann er ekki svartisauðurinn í dag. En allavega, ég er alin upp í kirkju og reyndi að feta af þennan mjóa stíg. Og það bara held ég að við gengið bara ágætlega. Ég gerði þetta svolítið svona í eigin mætti. Reyndi að gera allt rétt, lesa reglulega í biblíunni og passa að klæða mig rétt. Og ég er algjörlega hætt því fyrir löngu síðan að já, ég uppgötta það að Guð er bara ekkert að pæla í því hvernig við erum klædd yfir höfuð. Hann horfir meira á hjartað og það er það sem að skiptir máli.
Nú, fyrir cirka 20 árin síðan að þá giftist ég og Alli. Við giftum okkur. Það var dásamlegt. Það fyrir nákvæmlega, 20 árin síðan, getur það verið. 99. Ég sem 25 ára. Hvað gerðist? Ég var mjög ung. Ég var bara barsaldri. Nei, ég að djóka, ég var ekki það ung. En ég gifti mig og það var mikil blessun og eins og þið vitið að þá Alli alveg einstakur maður. Góður maður. Og Guð hefur blessað mig mjög mikið með Alla. Og ég trúi því að ég sé líka blessunin í líf Alla. Alli kannski kemur upp á eftir mér og segir sinn vitnisburð og bara hrósa mér í bak og fyrir. Já, hann sagði amen. En allavega, við giftum okkur og það var yndislegt. Það liði ekki nema nokkri mánuðir, við lentum í alveg óbúslega erfiðri reynslu. Við erum búin að gift bara í 3 mánuði. Amma mín, Sibbamma mín, var myrt. Þetta var í desember 99 og það var eins og hendi væri veifað. Ég fór bara í mjög mikið svartnætti í kjölfarið. Var alveg óbúslega mikið neikvæð. Ég var bitur, ég var reið. Hvernig getur það verið að góður Guð geti leyft svona inn í líf mitt og þeirra sem hafa voru að þjóna honum? Og ég bara skildi ekki upp niður. Og það sem að gerist í kjölfarið, ég fer að vera alveg óbúslega reið og ég fer að vera bitur. Ég tengdi svo mikið þegar hann var að tala á síðustu helgi með þennan stað, Mara. Og það nefnilega svo merkilegt og við förum öll í gegnum eitthvað svona kringustæð þar sem við upplifum okkur á þessum stað. Mara. Stað biturleika. Það sem að hlutirnir hafa ekki alveg gengið upp með þeim hætti sem að við höfum kannski séð fyrir eða óska eftir. Og þarna leið tíminn og beið og eins og ég segi var hún bara döpur, væga sagt, ef ekki þunglind. Og þá var ég alveg næsti bær við. Reið. Rúnar talaði að kristið fólki var óbúslega reið, gagnvart kristnu fólki út af nánast á sama tíma. Þá fór við í gegnum alveg óbúslega erfiðan klofning í kirkjunni á sínu tíma. Fólk sem að ég elskaði af öllu hjarta fór í burt. Og mér leið bara eins og ég væri bara ein einhvern veginn. Ég átti mína fjölskyldu en þið skiljið ekki tengingarna við fólki var með þeim hætti. Þetta fólk snert okkur alveg óbúslega mikið. Og þetta var óbúslega erfiður klofningur. Og það voru óbúslega vondir hlutir sagðir í hita leiksins. Og vá hvað ég átti erfitt með kristi fólk á þessum tíma. Og trú mín var svo sannarlega skekin. Og hreinlega skekin. Og það nefnilega svo merkilegt að þegar fólk gerir eitthvað á okkar hlut, hvað við einhvern veginn speglum það í áttina á Guði. Sérstaklega þegar kristið fólk að ræða. Þá höldum við Guð bara vondur, hvernig dettur, en vinir, fólk fólk, Guð Guð. Við erum að tala mjög ólíka hluti þarna. Fólk fólk og Guð Guð. Og þannig leið og beið og ég búin að þyngjast örugglega okkur 3-4 mánuði síðan, 2-3 mánuði síðan, örugglega 30 kíló. Mamma segir alltaf bara nei Sibba, það bara getur ekki verið. Hún var alltaf verið grönn. Nei, ég var bara orðin 100 kíló þarna og bara segja ykkur alveg eins og bara í því líkri vanlíðan. Að það birtist á allan hátt í mínu lífi. Eins og vanlíðan gerir. Er ég einum það að hafa upplifað það? Nei. Það bara einhvern veginn fór að speglast í alla hluti og ég var ógeðslega reið. Og ég og Alli og ég alltaf að hringi Jóhannu bara veistu það nýjasta. Þessi gerði þetta og þetta og þetta og Jóhanna var bara í kvíðakasti alla daga. Og endan með því að við hættum að hringja svona á, hætt að tala um þetta. Við þurftum að hætta að tala um þetta. Það var málið. Og dag einn, þegar ég fekk einhvers konar hugljómum frá Guði, að þá settumst ég og Alli niður. Og við sögðum bara við hvort annað, hingað og ekki lengra. Þetta bara komið gott.
Það ekkert nema dauði í líf okkar, vanlíðan, þú veist, og engin gleði, engin spenningur. Ég var algjörlega hætt að heyra frá Guði því að biturleiki nákvæmlega gerir það. Það allt í einu þurrkast fyrir allt samband. Og við verðum bara miðpunkturinn af alheiminum. Og allt fyrir að snúast það hvað við höfum gengið í gegnum og greiði ég og allir þessir söngvar. Og rosalega var ég góð að syngja þessa söngva. Ég var bara rosalega klár í því. Allir vondir nema ég. Það var einn og einn þarna sem voru alveg svona cirka bát í lagi. En þið vitið, ég var bara komin í þennan gír. Ég settist niður með alla og við fengum einhvers konar bara andlega vakningun í líf okkar. Ég tók ákvörðun á þessum tíma, ég sagði að þetta er bara komið gott. Ég trú á góðan Guð og við ætlum að snúa þessu við. Við ætlum ekki að lífa með þessum hætti. Við ætlum að fara að snúa við bæði hugsun okkar og því sem við segjum. Og við gerum samkomulag okkar á milli, ég og Alli. Og samkomulag var bara mjög einfalt. Við ætlum að fara að tala líf inn í líf okkar. Við ætlum að tala von inn í framtíð okkar, líf inn í líf okkar og við ætlum að sjá Guð starfa í líf okkar sem aldrei fer. Og þetta ég vissi betur. Og það er yfirleitt þannig að þegar maður fer í gegnum svona kringumstæðum maður veit betur. En það er eitt að vita því að við höfum að borða holla mat og hreyfa okkur og það er annað að gera það. Við vitum hvað við erum að menna. Við vitum þetta og við erum svo full af þekkingu. En það sem að Guð vill gera, hann vill fara þekkinguna héðan og hingað. Og veitir það, hálsinn hérna er mynd upp á vilju okkar. Og það var talað Ísraelsmenn að þau eru harðsvíraðan háls. Það þýðir, þeir voru hér. Þeir vissu betur. Ég ætla bara ekkert að gera þetta. Skiljiði, þegar Guð er að reyna að færa okkur nær hjarta sínu, þá skiptir svo miklu máli að hálsinn okkar fara að verða mjúkur. Og ekki bara mjúkur, heldur við beygjum okkur fyrir því sem að Guð segir. Því að útliti getur verið með einum hætti en sannleikur Guðs einhver allt annar. Og þarna var ég komin í einhvers konar algjörlega bara í einhverja kör. Og við tókum þessa ákvörðun, ég og Alli. Og ég bara gleym ekki þegar við gerðum það. Og hvað gerðist í kjölfarið?